Hjálmar, velkomin í 24/7. Já. Heiður að fá þig. 24/7. 24/7? Já. Mjög ánægður með þetta nafn. Já. Til hamingju með þáttinn. Takk fyrir það. Geggjaði þætti þér. Takk fyrir það. Og þú ert duglegur. Já. Sko, það sem ég finnst svo geggjað, það sem þú ert að gera, er að þú ert að setja klippuðar út. Þú veist þessi litlu klippur á Instagram og svona vídeo og annað. Og maður að pikka þetta upp og svo sóist maður inn í þáttinn og byrja að hlusta. Og ég elska þegar fólk er að fara ekstra förlong, þetta aðeins ekstra sem þarf að gera. Og það er svo auðvelt að vera bara að henda úr þættinum, býða svo bara að kom enginn og hlustaði. Þannig ég er alltaf ánægð með það sem er aðeins að bretta upp ermar og vinna aðeins meira en þarf. Já. Takk fyrir það. Já, rosaður í byrjun. Já, það er bara... Ég talaði við þetta marga og rætti þetta líka ég og Helgi eins og með podcastu okkar. Já. Það er duglegri með þetta. Já, vera að negla út klippum. Negla út klippum og þetta er bara alveg, þetta er aðdáendavert. Já, held líka, bara svona consistency. Consistency nákvæmlega. Stöðuleiki í þessu. Bara stöðuleiki í þessu og bara, það er það sem þetta allt er. Ég er að finna það svolítið núna, ég var að taka við bakaríinu á Bylgjunni og er með nú næstu 5 vikunar og svo erum við með þættin eins og ég og Helgi og annað, við erum að bóka viðmælendur og fleira, svo þú þekkir. Já. Og þú ert að fá okkar fólk og þú ert að fara að gefa mig eitthvað plattform, ég vil bara fá því, þú veist, bara, kontu bara eitthvað svona og fólk kemst ekki. Og maður spyr, ok, ekkert mál og svo, þú veist, segja að ég er að fara í bústað hérna eitthvað og ok, og ég man eftir þegar ég var að byrja og ég fekk svona bara, Bylgjan, eða einhverja heyrti mig frá Bylgjunni þegar ég var að byrja, að ég hef bara keyrt úr bústaðnum og í viðtalið og svo bara aftur í bústaðin. En þú veist, bara, hvað ertu tilbúin til að leggja á þig til að hlutin í gangi upp, sko? Þú veist, mér finnst það svona merkilegt bara svona pæling, sko. Já, finnst þið bara breyting að þessu? Mér finnst svona, ég veit ekki hvað sé breyting, mér finnst bara svona, ég held sér bara fólk er alls konar, sumir eru bara já, ég kem, bara ég mæti, já, ég verði í vesinni, ég þarf að keyra frá Patreksfirði en ég kem, sumir eru þannig, en svo er bara eins og fólk er, bara misjæmt, að þá er bara sumir sem eru bara ekki tilbúin til að leggja þetta ekstra á sig, sko. Já, ég hefði bara kúkað í mig til að þegar ég var að byrja, sko, bara viðtal og ég bara bara gera svo undirbúin og bara ég klár og bara, já. Og það er einmitt, þú veist, held ég að svo bara eins og bursi frá þessi skemmtaniðin að bara hvað sem er, sko. Það er þeir sem eru tilbúin til að, þú veist, að leggja aðeins meira á sig en hinn, sko. Já. Svona bara pínulítið, þú veist, oft er þetta líka út af því að, þú veist, þetta er ekkert endilega greitt verkefni, eins og veist, sko, en þetta skila sér einhvers staðar annars þar. Já. Og það er bara allt, þú veist, ef þú ert tilbúin til að leggja aðeins meira á þig, þá skilar þetta sér einhvers staðar annars þar, sko. Algjörlega, skila sér í framtíðinu, sko, og ekki fysiskt núna, sko. Nei. Mér finnst það svona, ég velta einhvern ástæðan, þannig að þetta er svona eitthvað sem ég er að pæla mikið í núna, sko. Bara, þú veist, ég er að fylgjast með bara fólki sem er að gera góða hluti, hvort sem er íþróttum, þjálfun, þú veist, bara í skemmtaniðinónum, bara og svo bara í vinnu, sko. Bara hvað þetta er sem það hefur gert. Og þá er þetta eiginlega alltaf þetta, bara eins og að Gylfa sig, þessu aukaspyrnur, þegar frækt það sem hann hafði bara stanslausur aukaspyrnur eitthvað eftir æfingar, sko. Þetta er bara gamla góða, æfingi skapa mistara, sko. Þetta er svolítið það, sko. Eins einfalt og þetta hljómar. Þetta er einfaldara en við höldum, sko. Já, ég man alltaf til Frikka Dór, sko. Ég meina, hann var að hringi í útastöðu til þess að fá að spila hlið við hlið. Já. Og hann byrjaði bara trúbátur og frýtt á hverjusbarnum. Ég er að segja það. Þú veist, einhver stöð þurfa menn að byrja, sko. Ég byrja á Gullveldri. Í Grafvogi. Fékk það tækifæri, Dabbi Rú, vinur minn sem átti Gullveldina og hann bara sagði, Hjálmar, hættu nú að segja brandara við barinn og prófa að fara að segja brandara bara inn på sviði, sko. Og ég byrja bara framan einhverja 5-6 manns, bara, þú veist, með eitthvað pubquiz og svo eitthvað leitt eitt og öðru, sko. Og það er einhvern veginn bara, þú veist, og þetta er svona, þú veist, að vilja ekki fara strax og byrja með morgunþáttinn, eða eitthvað. Þú þarft að byrja eitthvað starf, eða byrja strax og vera með sjónvarpsþáttinn. Byrja bara fyrst, þú veist, á hverfisbarniðinum að stíga upp á svið. Og það byrja einhver staðar. Já. Það er ákveðin auðmygt í því líka. Það er ákveðin auðmygt í því og fara í gegnum líka ákveðna hluti og þú veist, átt að segja, já, þú veist, þetta er ekki og alls konar, sko. Ég held maður vilja líka farið þessa leið því þá verður maður kannski bara tilbúnari þegar starra sviðslu sér. Það er einmitt máli, sko. Þú veist, þú vilt ekki vera hent út í djúpulögina strax. Ég held ekki. Ég held að svona fæstir myndu vilja það. Já. Þú veist, það er svona eins og kannski, þú veist, eins og gerðist kannski með eins og Idol og fleira og svona, þú veist, þú ert bara stígur strax á stóra sviðið og svo heldur bara áfram en þú veist, að vera í þessum harki. Já. Þú veist, að vera að keyra eitthvað og ég meina, ég leik Jólasvein 2007-08, þá langar mér að fara svona stíginn í skemmtarnabansan. Þannig ég auglist á bland að ég geti leikið Jólasvein og mætti eitthvað barnaafmæli og annað, sko. Þessi fólk bókað mig, ég man eftir því á 5.000 kall og þú veist, það var góður hálftími, 40 mínútur eða eitthvað, sko. Og ég var svo geggjað, það var sko engin sá hver ég var og ég gæti verið að fíblast eitthvað, sko. Og verið að gleðja eitthvað og svona skemmtilegt og þetta var svo mikið ego, sko. Það er svo gott fyrir egoð, enginn sá að það var ég, fólk hafði rosalega gaman, sko, einhvern veginn, og ég fekk ekkit, þú veist, varstu ekki Jólasvein? Ég fekk það ekki, en ég, þú veist, svona,
fekk samt hrósið, sko en bara þarna á staðnum þannig að, þú veist, ég held að sé bara holdt fyrir alla að byrja bara, þú veist byrjaði bara í þínu eigin hverfi, sko þú veist hvað við, í þínu umhverfi Já, og sko taktu áttan að vera kjáni til að byrja með, sko, því að það er alveg möst, sko mistari byrjandi dagsins dag verður mistari morgundagsins, sko að, þú veist, maður verður einhvern veginn að þóra því, sko ég held að sé svo margir velta fyrir ég þarf að kunna uppistand upp á 10 ég þarf að vita nákvæmlega hvað ég að segja ég þarf að vera með þetta allt á hreinu árin í byrju og þetta er bara allt svona, ég er bara að slepsu þetta er bara nákvæmlega, það er nákvæmlega þannig þú veist, þetta er ómikið, ég geti þetta ekki, sko þetta er ekki það, þetta er bara að byrja og sjá og það er engin og sko, það er öllum skítsama alla þú veist, það er svolítið þannig og veist, ég er ekki að tala um það að einhver þykir ekki vænt neitt ég er ekki að tala um það, það er engin eitthvað að pæla sérstaklega í þér veit þú, varst þú ekki ekkert að reyna að vera í uppistand það er engin að fara að segja það við þig eitthvað hvað það klikkaði nú, það er ekkert að gerast ég hef alveg farið í uppistand og það er ekki gengið upp, sko veist, það er bara nauðsynlegt að það er bara svona að þú lendir á veggjum, sko algjörlega þessi bara, það er hluti af þessu, held ég hörðu, botnaði þetta Arna gefur þetta nú er þetta flott, sko hörðu, fyrst á svona ég er ekkert að leita eftir stuttusförum bara botnaði þetta, húmor sko, ég held bara að við rætti það svolítið svona við félagarnir þú veist, hvað er að vera fyndin og eitthvað svona, sko það er nobody's first choice to be funny þú veist, það er allir vilja vera, þú veist, fyrsta lagi sæti, sko en sem eru fyndir flestir sem eru fyndir eru ljótir alls ekki en það sem ég er að segja er að húmor bara að taka sig ekki óalvarlega ég held að leið og getur ekki þú veist, ég hef alveg séð fólk sem tekur svo alvarlega og það er einhvern veginn skín í gegn þessi þú veist, það nægir aldrei að vera einhvern veginn frjálst, sko, þú veist, það er bara leið og hættir að taka alvarlega, þá ertu bara frjáls mér finnst það að vera svona bara, þá getur þú grínast og getur þú leyft að skjóta á því, sko og það er einhvern veginn bara held í öllum samstörfum er bara nauðsynlegt að báðir aðalega séu frjálsi fyrir hver öðrum þannig að húmor bara að þurfi ekki að taka sig of alvarlega, sko bara 1, 2 og 3 mér finnst það bara óbóðslegur ókostuð þegar ég sé svona þegar ég lendi á svona fólki sem þarf alveg að taka sig alvarlega það versta sem það myndi heyra það var eitthvað myndi segja við að það væri algjör trúður þú veist, það myndi alls ekki vera trúður en þú veist, að vera trúður er bara geggja, sko þannig að húmor ekki taka á alvarlega ég held að séu margir sem detti það og maður er sjálfsög sem detti það að teki hlutunum alvarlega og sjálfa sig og lenda allir í því, sko, gera það allir, sko og ég held bara svona, og ég var alveg átt svona moment þar sem ég vildi bara láta taka mig alvarlega, sko þú veist bara, nú nenni ég þess ekkert lengur, sko nú vil ég bara eitthvað taka mig alvarlega eins og það sé ykkur rosalega ykkur gjöf að einhver taki mann alvarlega að þá sé maður eitthvað betur en ykkur aðrir maður lendi í einhvern augnumlík, sko eins og með bara konunni eða eitthvað hún er að segja eitthvað við mann og gerir rýmanni og maður bara svona bara einhverja vörn, það er bara að læja þig, sko það er kannski ekki alveg, sko því að maður oftast raunveruleikin fyndin í rauninni, þú lendir í svo miklu sem bara drullu fyndið ef þú tekur því ekki alvarlega, sko einmitt, og leyfir þið bara svolítið að gerast og einmitt, þú ert ekki að, þú veist, leiður að fara í þetta og byrja að stífna í einhverjum aðstæðum og eitthvað svona og byrja að reyna að stjórna þeim sjálfur og þú veist, þá fara hlutin ekkit, þú veist, þá endar oftast á einhvern leðilegan hátt, sko bara leifa þessu verið í flæðin, leifa þessu bara gerast og ég bara, ég held að þetta sé bara svarið við þessari spurningu gott svar en hefur alltaf verið með bara ég náttúrulega var bekkjatrúðurinn, sko og ég var bara alltaf að, þú veist, þýblast þegar ég var krakki og svo fór ég í menntaskóla, ég fell í 2 ári með MS það gekk ekkert og það var bara að ég var bara fýblast, ég var bara ekkert að læra ég bara elskaði að vera þarna með fólkinu ógeðslega skemmtilegt að vera bara orkan sem var þarna og allir svo kátir og svo leiddist mér þegar það dofnaði yfir öllum þegar það var náttúrulega prófinu voru að byrja, sko en ég var ennþá bara kátur, sko en það var ekkert allir á þeim stað, fólk var bara að læra þú veist, bara komast ekki inn á prófin þannig að ég var svona, þú veist, ég elskaði menntaskóla tímabilið því miður, það var mjög stutt, það voru 2 ár féll í bæðiskiptin en ég hafði mjög gaman og svo reyndi ég að fara í FB í hálft ár og það gekk ekkert, sko ég bara engin skólamaður og það bara svona fullt af fólki að núti sem ég alveg fengi alveg viðbröð þessu, ég talaði þetta, það bara fullt af fólki að núti sem ekkert bara getur ekkert lært og margir sem ég þekkja sem eru bara mjög öflugir í dag, þú veist, bara konur og menn bara með fyrirtæki og annað sem ekkert mennta fólk, sko
þetta snýst ekkit það, sko. Nei. Það snýst bara hvað þú veist, þú bara trúa sjálfur þér og hvað þú nennir að gera. Já, og bara, hvað keirið áfram og hver ástríðar, sko. Og styrkleika, sko. Já. Þannig að ég held bara ég held að svona, þú veist, ég hef alveg átt tímabil þar sem ég hef tekið mig alvarlega og ég hef líka alveg átt tímabil þar sem ég hef ekkert, þú veist, verið eitthvað duglegur eða neitt svoleið, sko. Og það er, þú veist, það er nefnilega enginn hann úti sem er eitthvað bara með alveg bara, þú veist, sem stíðið bara sitt líf bara alveg bara upp ykkur glóri stiga og hvergi feila, sko, á leiðinni. Það er bara ekki séns, sko. Nei, það er ekki fræðilegur. Og þú fara alls konar hugmyndir og það eru skotnað niður, sko. Já, og ég held að það sé bara svona grundvöldurinn að því að ná að klífa upp hennar stíga. Þú veist, þegar þú hættir í Fjölni, sko. Já. Ég meina, það var alveg rísa dæmi. Það var bara forsíðunum og það var fullt af fólki sem örugglega komið til þín og sagði bara, Beggi, hvað ert að gera, sko? Ég er bara fæðið ennþá í dag, sko. Ég er að segja það, nákvæmlega. Þú veist, og þetta er bara rosa stór ákvörðun og hvað, þú veist, bara með vinsælasta podcasti í dag. Og ert, þú veist, að fara með fyrirlestur í fyrirtæki og annað og þannig að, þú veist, þetta er bara stundum þarftu bara að trúa á vitleysunni í sjálfum þér, sko. Já. Veist hvað við? Þú veist, bara, ef einhverja sagt, þú veist, ég fekk alveg þegar ég byrjaði með hvítuskonuna og karakterinn og allt þetta, sko. Það var alveg svona bara, alltaf þetta var svolítið síðan, var alltaf að tala þú eru of mikið tíma, kalli minn. Það var menn ekkert að gera, þú veist, eitthvað svona. Þegar maður þetta, sko. Þetta er svona óttinn í einhverju öðrum, sko, þetta er bara það sem er að spegla, sko. Hvað er þetta, þú veist? Hvað er þú að gera sem ég er ekki að gera? Já, einmitt, hvað vitleys er þetta? Akkur í Hjálmar að breytast það sem hann er að gera? Já, ég var bílasali í 12 ár, sko. Þannig að það var svolítið mikið stökk að vera að fara síðan í skemmtanabransan. Ég held samt að ég hef alltaf, þú veist, það var alltaf mitt svona bara að fara þangað. Það var bara í mér að langa að fara þangað, sko. Mér finnst orðað þetta vel að trúa á vitleysunni sjálfum sér. Eða, þú veist, að trúa líka, sko, vitleysunni eða svona, vitleysan er bara, sýnist þér að sannleikur fyrir þér. Það er bara máli, sko. Þú veist, bara vitleysan fyrir ykkur öðrum, en bara sannleikurinn þinn, sko. Og hvað ef þetta hefði ekki gengið upp hjá þér? Þú veist, hvað þá? Þú veist, bara, þú hefði getað þess vegna að fara aftur í fótboltan eða bara eitthvað. Já. Þú veist, þetta er bara, mér finnst það bara átáðandavert þegar menn taka svona stóra ákvarðanir og sérstaklega í svona þessum heimi sem er svona, það er svolítið verið að dæma menni mitt í þessum íþróttaheimi og fleira, sko. Já. Og sérstaklega, bara alveg tekið eftir þegar bara meiri sér þegar viðskiptamenn stíga niður og fara bara í eitthvað jóga og eitthvað, sko. Já. Þú veist, hætta öllu og selja allt sitt eða fara í skútu eitthvert og það er alltaf þú veist, einhver orðin eitthvað ruglaði, sko. Já. En svo megi ekki rugga neinum bátum, sko. Nei, og einhvern veginn, sko, þú gætir leið heima og hort á Netflix allan daginn og þú eru dæmdur fyrir það. Sen gætir þú bara að byrja með hvítlýskonun og hafa bara úr dæmdur fyrir það, sko. Þannig að það er sama hvað hún gerir. Það er nákvæmlega máli. Það er eiginlega sama hvað hún gerir og þú eru alltaf dæmdur fyrir það. Þannig að ekki láta neitt stoppa ykkur. Gerir bara nákvæmlega sem þú langar að gera. Lendi á vegg, það gengur ekki upp, þá skiptir það bara engu máli, sko. Ekki neinu, sko. Ekki neinu, því að þú lærir alltaf eitthvað á leiðinni. Það er svolítið málið, sko, og svo lengi sem hún náttúrulega pikkar upp og lærir af því. Já, vilju til að líka á það, sko. Já, það er nefnilega ekki, þú veist. Svo gerir ekki sömu heimsku mistökin eftir, sko. Já, það er alveg, maður er alveg gert það. Það er bara einn stanslust í sama farinu og skilur ekkert okkur ekkert breytist, sko. Já. En það er bara nauðsynlegt að pikka út reynslu af þessu öllu saman, sko. Já, en ég held að þegar maður trúir á, sko, sjálfan sig, að fylgir sínu sannleika, þá er það fleiti manni í eitthvað bara ævintýri, sko. Ég held, sko, það tala oft þetta, þú eru bara að trúa sjálfa þér, þú eru bara að hafa að trúa þér. Og ég nefnilega var þar að ég hefði ekki mikla trú á mér og það sem gerðist hjá mér, ég áttaði mér ótrúlega einfaldur maður. Ég er alveg rosalega einfaldur maður og það er rosalega lítið, þú veist, ég er eiginlega bara nánast alltaf sammála því síðasta ræðumanni sem er eitthvað svona pep-talki og eitthvað svoleið, sko, og það er rosalega gott. Og þú veist, ég er ekki, þú veist, en ég áttaði mig bara á því fyrir ekkert mörgum ára síðan að það var, sko, að ég var sjálfur eins og margir hafa lent í, að rífa sjálfa mig niður. Djöfis klúðum maður, okkur gengur þetta aldrei upp hjá þér og vera svolítið í þessu, sko. Okkur getur ekki aðeins rifið upp, veist, okkur gat þetta ekki gengið upp, okkur fékkstu þetta ekki og eitthvað svona og reyna að fá þetta starf eða eitthvað, sko. Síðan áttaði mig á því að nákvæmlega sama getur gert, bara ótrúlega einfalt, bara segja við sjálfum hver einasta degi í speil, bara tjöfull eftir flottur maður. Og veist, bara algjörlega geggjað, sko. Og bara, það er bara fullt af fólki sem er að segja nákvæmlega hitt í speilvissi sem ég var að gera. Þú veist, okkur gengur þetta ekki upp, þú veist, og sitandi heima eitthvað á vorkina sjálfur sér og dæmi eitthvað aðra í sjónvarpinu og eitthvað svoleið, sko. Í staðin fyrir bara að leggja síma frá sér og fara bara, heyrðu, bara, þetta er bara svona einfalt fyrir mér, sko. Það bara, heyrðu, nú bara keyrir það af stað hjá mér.
og bara, þú veist, talar þið frekar upp en niður. Já. Og ég get sagt þér eitt dæmi að, og ég er svona, og ég hef alltaf fundist ég vera rosalega myndalegur. Og einhverju tímabili þá fannst mér ég ekki vera honum myndalegur. Bara eitthvað, þú veist, ég var með skarð og það var eitthvað svona dæmi og ég var einhvern veginn að byrja að reyna að fela það, að brosa á eitthvað og síðan bara ákvað ég bara, þetta er bara eitthvað bull, sko, þetta er bara geggjað að vera með þetta skarð og mér alltaf fundist ég að vera, þú veist, fallegu maður, og bara alltaf verið þannig, alltaf fundist bara ég vera myndalegur og svo einhverju tímabili fannst ég ekki og, veist, ég var sköllóttur og komið bumbu og eitthvað svona, sko, svo bara, þú veist, reyndi ég bara að snúa þessu við, bara ótrúlega einfaldan hátt, bara með því að svona pikka sjálfa mig upp, tala bara fallega til sjálfs míns og og ég man eftir, ég hef komin í rosalegt svona gott sjálfsálit, ég var bara, þú veist, bara að byrja að líða vel og bara með sjálfa mig og annað og náttúrulega fótt í sálfræðings og fleira, sko, sem að ég mæli með allir geri, þú veist, að í staðan fyrir að vera að hlusta á YouTube einhverja, predikara eða eitthvað svoleiðis, að bara fara bara til fólk sem hefur búin að vinna þessa vinnu og bara, þú veist, leyfa að hjálpa sér og ég var búin að fara fullt af sálfræðingum og þetta er svo líka eitt, þú finnir ekkert eitthvað endilega, sko, eitt sálfræðing sem henda þér. Nei, þannig að ég bara, þú veist, bara fara í alls konar svoleiðis og bara mikla uppbyggingavinnu og ég gleymi aldrei, ég fór á Thorvaldsen og fór mér félagi mínum og vorum að dansa alveg að fullu og vorum bara alveg edrú, sko, geggjuðu stuði og vorum að dansa og ég hugsaði bara, djúðlega þetta gaman maður og svo tek ég eftir það bara fullt af stelpum sem eru komnar og það er bara að byrja að horfa á mig og ég var bara að dansa og það eru bara horfandi á mig og ég hugsaði bara, þetta er bara útgeislunin, þetta er bara gang upp, ég er bara, þú veist, búin að vinna þessa vinnu og ég er bara búin að gera þessa hluti og nú er þetta bara að skila sér, bara konur er bara að byrja að finna Hjálmar að vera flottur maður og ég var að dansa alveg og kósveitur, sko, og ég held ég að dansa bara í einhverja 6 tíma eða eitthvað, sko, og allir alltaf ný og ný kona að koma að horfa á mig og ég, svo allt í henni þá fattaði ég maður, þá lít ég og bakvið, þá var risastór spegill, þá var það bara að horfa á spegilinn, þá var það bara að spegla sig. Þannig að ég var búin að vera þarna og ég var svo vissum að vera að dásta mig, sko. Og ég hugsaði bara, þú veist, þetta er náttúrulega brjálaslega fyndið dæmi, sko, að þetta skulle hafa veitt mér svona mikið sjálfstraust einhvern veginn að aðrir var að horfa á mig, sko, og svo í öðru lagi voru ekki að því. Þannig að þetta var eiginlega bara svona, þetta var svona fáránlega gott vont moment. Og ég var, þú veist, ég man eftir ég bara, ég sagði einhver frá þessu, ég bara einu sinni áður sagt frá þessu. En mér fannst það að vera svona, þú veist, hversu mikið þarftu álit annara til að hífa þau upp, sko. Við þurfum alveg ég þurfti og þarf oft álit annara til að hífa mig upp, sko. Þannig að ég fer eins og allir bara, ég fer alveg svona, sko. Þú veist, það er bara eðlilegt. Það er bara, þú sér það ekkert á Instagram þegar maður er eitthvað, djöfulli maður, þú veist. Þá er maður bara, þá er maður ekki að setja það á Instagram, sko. Nei. Það er ekki filter sem að fyrir þangað inn, sko. Algjörlega. Já, það er náttúrulega magna hvað við þurfum oft, Já, mér fannst það að vera svona, þetta var rosalegt svona wake-up call hana, þetta kvöld fyrir mér, sko. Þetta var bara svona, já, fyrsta lagi, þú veist, það er engin einhvern veginn að fara, er engin ein manneskja að fara að gera eitthvað fyrir mig svo verður til þess að ég verði einhver meistari, sko, bara gera það sjálfur. Já. Þú veist, það er hætta að leitast eftir því að gangi augun og álitið á þeim verið betra og þú gengur bara auguna sjálfur. Já. Og ég er mesti maður, þú veist, ég er enginn sem setur fleiri fólk upp á stall heldur en ég, sko. Ég er alltaf að setja einhvern upp á stall. Bara þessi, bara flawless. Þessi er bara flawless. Það er bara svoleiðis. Svo bara, þú veist, svona, hittir maður eitthvað, þú veist, þetta er talað um þetta, never meet your idols, eða eitthvað, sko, og bara, þú veist, en svo er bara fólk alls konar og, þú veist, það er bara allir að berjast við sitt. Já, ég held þessi góð punktur, sko, sem komst inn á það, sko, að við sjáum eitthvað og kannski maður er ekki að setja Instagram þegar maður líður illa eða eitthvað, við sjáum bara eitthvað og láta maður bara eitthvað stall, þessi hann sýtur alltaf hreinu, séðan bara áttu okkur því, hann er bara mannlegur eins og við og bara með sín vandamál eins og við og alls konar svona, sko, en samt er maður svona stundum, þetta maður þegar bera sér ósangjant við þessa ímynd sem er henni ekki raunveruleg, sko. Já, ég held að það sé bara, og ég held að það muni aldrei hætta. Nei. Bara lífið, sko. Maður að grípa sjálfa sér einhvern veginn. Bara grípa sjálfa sér bara og það er allt í lagi og bara, og stundum er samt þetta fólk sem maður er hort upp til, gert góða hluti fyrir mann. Já. Þú veist, maður, þú veist, hann er alltaf í göngutúr og þessi, ég hendi mér í göngutúr, þú veist, þetta er bara eitthvað svona einfalt. Herðu, hann er að taka mataræði í gegn, herðu, ég prófa líka. Þetta getur alveg verið gott, sko. Ég held að það sé einmitt máli, sko, það er að, þú ert ekki öfundsjúkur út í aðra, þú ert að bera þið saman, þú fyllist að aðdáðan og lærir eitthvað. Já, það er nöðsynlegt, sko. Kannski, já.
ég held að það sé algjörlega máli, sko. Og halda áfram? Já. Hvað helstu einu sinni að væri satt sem þú öðru máli í dag? Já, eitthvað sem þú... Eitthvað sem þú ert af að læra? Já, það náttúrulega fullt af hlutum þar. Jesús, sko. Ég held sem dæmi. Og nú ert þú, hvað árgerð ertu? 92. Já. Sko, það var eitthvað sem heitir víxlar. Ég gleymi þess aldrei, mér leiðist aldrei að einhvern veginn að hugsa þetta. Og víxlar voru eitthvað, og ég veit ekki svona hvernig að virka það fyrirbæri, en ég var svo viss það og ég var svo hræddur því ég var krakki, úlingur og annað og að verða fullorðinn og kunni ekki svona hugtök og annað eins og hvað er víxill? Og náttúrulega engin víxill í dag, sko. Ég hef aldrei þurft að læra þetta og ég lærði það ekki eins og sko, líka hvað víxill er, en hérna verðbólga. Já. Þú veist, verða búin að læra hvað verðbólga er fyrir 25 ára aftur, það var sko alls konar svona hlutir. Ég verða að vera búin að læra þetta, þú veist, annars er ég verð gripinn einhvers staðar, skilur hvað við. Þú veist ekki hvað verðbólga er drengur. Þú veist, ég er eitthvað 47 ára, ég hef ekki hugmynd hvernig verðbólga virka, sko. Þannig að og ég held einhvern veginn að vera alls konar svona hluti sem ég þurfti að vita til að verða fullorðinn og höndla bara lífið. Og þetta var svona hvort það var, ég hugsa margir minni kynslóð tengja við þetta, sko. Ég er ekkert vissum að þið tengja endilega við þetta, en það er svona hluti sem hafa svona bara og líka eins og með bara uppeldi að halda það að maður þyrfti að kunna allt varandi börn, sko. Já. Það er bara ekkert svoleiðis. Nei. Og ég mæli með öllum fyrir alla þá sem er langað til að eignast börn eða er að hugsa um eignast börn að fara að vinna á leikskóla. Já. Það er bara besta sem þú getur gert, þú lærir svo mikið af fólkinu sem vinnur þar. Og ég vann á leikskóla og bara, þú veist, og börn, þú bara lærir á börn, þú veist hvernig þau eru og þannig að svo náttúrulega var Bermúdaþríðningurinn. Já. Þú veist ekkert hvað það er. Jú, kannast eitthvað. Það var rosalegt, ég var bara hræddur þar í mörg ár. Það er hann sem flugvélar var að hverfa og ég var bara, þú veist, bara hverskið sem ég var með flugvél og tjekkaði hvort ég var nokkuð að fara hjá Bermúdaþríðningunum. Þetta var bara eins og ský yfir minni kynslóð, sko. Bermúdaþríðningurinn, sko. Ég man eftir hún, sko. Þetta var rosalegt, sko. Flugvélar hurfu og engi vissi hverju voru og eitthvað og þannig að ég hef aldrei þurft að fara þar og ég mun aldrei fljúga nálægt Bermúdaþríðningunum. Það er bara eina sem ég mun ekki gera á lífinu, sko. Og svo náttúrulega var hangandi yfir manni líka, það er náttúrulega svo sem ekkert eitthvað væri satt eða öðrum mál í dag en það er samt þannig að ég var svolítið á því að sko rússar væri vondir og bandarækjumenn væri góður. Það var svolítið það sem að ég svona hef ekki beint alin upp við það en það var svona bara í sjónvarpi og öðru, sko. Já, bara ímynd sem ég hafði. Og ég man líka eftir því að ég held að Khomeini, Ayatollah Khomeini, æðsteklerkur í Íran og einhvern ástæðan fannst mér hann alltaf vera, ég var alveg vissum að hann vera rosalega góðu kall, sko. Já. En þessi helvit svo þokki, sko, ég held það, sko. Það var svona nokkru hluti sem að maður hefur aflært í gegnum tíðina. Já, mér finnst það góða punktu með þú veist, að þurfa að kunna eitthvað fyrir eitthvað ákveðin aldur. Og ég held að kynslóðin mín kannski sem meira svona, ég þarf að vera búin með háskóla fyrir ákveðin aldur. Ég þarf að setja pressuna að vera búin að gera eitthvað á vissum tíma í lífinu og tjekka það box. Akkurat. Og ég held að þetta valdi mörgum miklum hugarangri, sko. Sérstaklega þegar þú ert í komin á einhver stað og fólk í kringu komin eitthvað lengra fram á þér, sko. Að vera búið með eitthvað ákveð fyrir ákveðin aldur ég verður að koma með þessa gráðu hérna og mastersgráðu hérna og hérna mun ég þurfa eignast börn hérna þegar að koma með íbúðin húsið og allt svona, sko. Danival, frændi minn, sem á Sæta snúða sem ég hefði mælt með að myndir tala ekkert um við, sko, að geggjaður og við lesum hana, sko, en hann einmitt, sko, sagði við mig svolítið merkir daginn, við vorum að spjalla saman og hann sagði við mig, sko, að það væri svolítið í sinni kynslóð, ég held að hann sé svipum aldrei þú, sé 94 eða eitthvað, hann sagði við mig að það væri svolítið í sinni kynslóð að þau vildu strax fara að kaupa þriðju íbúð. Já. Þú veist, það vildu bara sleppa fyrst og annari og fara beint í þriðju. Já. Og helst bara á morgun, sko. Helst bara á morgun. Og þetta getur vel verið að sé hraðinn með öllu þessu samfélagsmiðla dæmi og öllu, þú veist, ég veit það ekki, veit ekki hvað þetta er, en mér finnst líka, sko, og þetta er alveg svona, en svo er líka rosalega heillandi við ykkur sem er að koma, unga kynslóðun annað, og yngri en þú líka, þú veist, bara ykkur 2000-mótilin og þetta, að það er rosalega heillandi hvað, mér er svo gaman að því, hvað þau ná alltaf að stuða eldri kynslóðir. Já. Það er alltaf samið gegnum tíðina, gegnum bara, þú veist, örgulega síðan 1800. Þú veist, 1960 hipparnir, 70 og allt þetta, pöngarnir og allt svona, sko. Alltaf kemur einhver kynslóð sem einhverjum nær að stöða gömlu kynslóðana. Mér finnst það geggjað. Þetta er svo mikið, þú veist, bara svona. Býtu, má þetta ekki lengur, þú veist, mér finnst það svo frábært. Algjörlega. Og það er, þú veist, það hefur verið að tala um að börnin eru framtíðin og börnin eru framtíðin. Og þau eru að fara að hugsa allt öðru sem við hugsaum, sem betur fer. Það var alveg bara fullt af hlutum sem að voru í lagi
sem ekki í lagi í dag og þú veist bara og svo verður örugglega fullt af svo kemur einhver önnur kynslóð og mun slá þessa kynslóð og segja bara, þetta ekki í lagi þannig að svona mun það halda áfram en alltaf þau jafn hissa þegar einhver kynslóð mætir og kemur og þetta búið, nú verður að hætta þessu Akkur er alltaf kannski svona einmitt og þannig að ég dáist að þessu fólki sem þessu ungu krökkum sem að koma upp í dag sko, sem að hrista í manni sko. Já, og ég vona líka bara þegar maður verður ennþá eldri að maður mun ekki lokast á það sem maður trúir á maður sé opinn fyrir þessu sko. Það er fyrsta merki það að þú ert búin að glata einhverju svona í barninu í þig sko, að þú ert byrjað að tuða yfir einhverju sem að koma nýtt Já, algjörlega, og bara neita þér og ekki vera tilbúin til að skoða það eins og sko. Fólk 1980, þú veist, einhverju gamli kallar í rykfrökkum að labba fram hjá pönkurum að hlemmi og skottas, þú veist eða þegar hippari komu 1970, þú veist, einhverju banka kalla þá að vitleysi, sko, þú veist, það er bara stanslust að vera að rugga bátnum okkar, sko, það er nauðsynlegt, sko. Algjörlega, ég held sér líka bara, þú veist, eins og tölum á með breytingar, sko, fólk fílar ekkert breytingar, sko, bara hjá öðrum eða í lífinu, sko, fólk bara svona fer í vörð, sko. Ég hefði bara viljað hafa því áfram í fjölni bara og vera að gera gott mót og þú veist, vertu þar bara. Það vertu það bara, þá bara er ég bara, þú veist, í mínu og get bara fylgst með þér svolítið þetta er svolítið þannig, sko. En mér veist, mjög góðu punktu með með kynslóðana með að, þú veist, við erum bara að kaupa okkur þriðjubúna áður en við kaupum okkur, sko, fyrstu. Því að, sko, ég held að þetta sé unga fólki setur rosalega press á sjálfsög. Ég veit ekki hvort það er bara einhverja samfélagsmiðlar eða einhverju fyrirmyndi þar og einhverja svona, ég held að sé, veist, að vera komin á einhvern stað og drífa sig á einhvern stað. Ég held að sé rosa algengt og rosa svona mikið byrði til að bera fyrir fólki sem er að koma upp í dag, sko. Svakalega. Og svona, en síðan eins og við tölum hvernig byrjar, þetta er þolinmæði, þetta er bara eitthvað grunnur sem þú byggir og síðan bara, þú veist, akt og bítandi, sko. Ekki, sko, eins og lífið er ekki sprettlup, það er langklub það er ekki þú ert ekki að fara að ná einhverjum það bara meiri þolinmæði bara aðeins að sleppa tökunum bara stefna á það eitthvað en heyrðu, það bara verður allt í lagi, sko. Það er nefnilega akkurat máli, sko. Manni fannst maður vera orðin gamall, þú veist, eða mann fannst fertugt fólk gamall þegar maður var 25 ára og hann bara, Jesús, þetta er bara búið, sko. En svo bara er maður að, þú veist, svo finnst mér þetta bara að vera að þú ert bara jafn gamall og þú vilt vera, sko. Algjörlega. Þú þarft ekkit að flýta einu en einu, sko. Það liggur ekkit á, sko. Það er bara mín skilabóð. Sko, svo er eitt. Það er svolítið í tísku núna. Það er allir að koma í alls konar þætti núna og segja, sko, hvað fólk á að gera. Já. Pizza svona bara að gera þetta. Er bara, þú veist, þú verður bara algjörlega að reyna einhvern að finna sjálfað í þessu, sko. Fyrir einhverja er bara geggja að fara beint í að kaupa þriðju íbúð. Það er bara að gera það. Þú veist, þú heldur og bara settu allt á raðgreiðslu, bara ef þú getur að gera það. En svo er bara fullt af öðru fólki sem vil bara kaupa sér bara eða leigja í mörg ár eða bara búa frítt hjá foreldrum sínum með eitthvað eða safnað eitthvað, sko, og bara gera það. Þú veist, það er engin ein leið rétt í neinu. Nákvæmlega. Það er engin ein leið rétt í neinum, það er svo mikilvægt, þú horfir að þessir að gera þetta og ég er hérna að vinna og ég hætti í skóla og eitthvað, sko, og bara, þú getur verið late bloomer. Algjörlega. Bara fullt af mínum bestu vinnum er late bloomer, sko. Við vorum bara ræðilegir í menntaskóla og hérna minn gamli vinahópur, við vorum bara ömulegir, við vorum bara nördar og vorum bara geggjaðir í dag, sko. Já, ég meina, og það eru sögurnar sem við heyrum með myndalustum mönnum í dag. Já. En það er ekkert sögurnar sem við heyrum sko. Þú veist, við heyrum alltaf sem ná bara árangrisnemma, en síðan lítur bara eins og J.K. Rowling eitthvað. Hvað var hún gömul þegar hún gaf að Harry Potter? Hún var, sko, hún minnir mig að hún var, sko, með minnir að hana verið þannig, hún hafi verið enskukennari, ákveð til Portugal, 28 ára gömul, eignast þar barn með einhverjum Portugala. Þau hættu saman, hún kom heim 29 ára, 30 ára og þá byrjaði hann að skrifa Harry Potter, gaf hann síðan út og sjáu síðan bara restist history með hana, sko. Alveg magna, sko. Þannig að ég held að, þú veist, og örugglega maður fullt af neyjum, sko. Já. Stanslaus neyj og alls konar dæmi, sko. Þannig að það er ekki, sko... Ég hef aldrei lesið Harry Potter. Nei. Ert þú Harry Potter maður? Ég dyrka, sko, ég hef ekki lesið það, en ég hef hort á myndina. Ég hef ekki eins og sé myndina, sko. Nei, þú voru að gera það. Nei, ég verð að prófa það, sko. En ég held að það sé líka bara, þú veist, late bloomer, þá ertu búin að prófa eins og hluti og eitthvað svona, og líka við erum bara að verða eldri sem kynslóð og ég held, bara sem, bara sem mannveru, sko, og ég held að það sé líka muni að maður getur blómstra seinna í lífinu, sko. Já, það er eiginlega bara algjörlega máli, sko. En ég sammálaði með að, þú veist,
ég get sagt ýmislegt, þú getur sagt það geta allir sagt við hvernig þú gera, þú getur hort á alla hvernig allir að gera, en þú ert þinn besti sérfræðingur. Þú verður bara að gera það, að finna fyrir þína leið, sko. Og eitt í þessu, eða gengur ekki, bara heldur áfram, það er ekkert, ég get lofað eitthvað því, það er ekkert alvarlegt að fara að gerast og eitthvað gangi ekki upp. Nei. Þú veist, það er einhver, hvað þá varðandi eins og einhver sambönd eða íbúðakaup, eitthvað svona veraldlegt dæmi, sko, þetta er ekki endir á neinu. Þetta er upphæðið okkur geggjuð, sko. Þú veist, það er bara, ég er búin að sjá allt og marga gefast upp einhvern veginn eftir, þú veist, hafa farið í einhverja vinnu sem gekk ekki upp eða farið í eitthvað samband sem gekk ekki upp og jafnvel skilið og eitthvað svona. Og það bara svolítið svona bara limpast niður, sko. Þetta er ekki endir á neinu, þetta er bara upphæðið okkur geggjuð, sko. Nákvæmlega. Þú veist þá að þú vilt þetta ekki þegar þú fer í næsta, næstu vinnu samband eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara það. Hvað er að finna þetta sem þú lendir nýlega? Þetta er, sko, finnast það sem ég lendi nýlega. Það gerðist bara rétt fyrir sýninguna á mér og Helga. Við vorum með live show, við erum með podcast í Helgi sem heitir Hæ Hæ og við vorum með live show og þetta er, sko, mér er svo erfitt að segja sögur í 3. 4. sinn. Mér er svo ferksleikin dettur svo af þeim. Skiljum við við. Ég er svo mikið bara, mér er svo vont að segja saman brandarann 2. Já, ég veit það. En síðan hefur enginn heyrt hana kannski. Nei, það er bara pottþétt alveg fullt, bara flestir hérna. En ég kannast við þetta. Já, ég ætla bara samt að segja frá þessu. Já, segja það bara. Og þetta er bara svo magna dæmi og við vorum að fara og ég var algjör að vandræða, mér langaði svo að vera í þessum buxum. Og Ljósa, kona mín, Ljósbrá, hún var búin að kaupa þessar buxur, handa mér og ég sagði henni hvað stærð það átti að vera. Svo kem ég heim og er heima ára í sýningunni og ég er að leita buxun og finna þær og fer í þær og það er alltaf litlar og ég sagði bara, Ljósbrá, keifta ranga stærð og sýningin er bara í kvöld, sko. Ég er bara svona, þetta er náttúrulega ekki hægt, sko, bara svona og Helgi er komin að segja mig, ég segi, Helgi er að fara í Smáralind, ég er að fara að skipta buxunum, þetta er vitlu stærð, Ljósa kipti vitlu stærð og Helgi eitthvað er að fara undirbúa sýninguna, bara stutt í hennu eitthvað og ég segi bara, ég get ekki verið buxun á þessu sýningunni, ég get ekki skítu um buxum. Þannig ég fer og við fyrir í Smáralind og herragarinn kem þar inn með buxunar og þekki strákanar og ég segi, strákar, Ljósbrá, kemur hérna og klúðrar þessu algjörlega, segi ég, sko, rosa kokki, sko, og kaupi ranga stærð, get ég skiptið sér í rétta stærð hérna fyrir mig. Og hann tekur buxunar, kíkir að þér, það er eitthvað, þetta er selected, eitthvað svona, sem er önnur búð fyrir neðan, sko, og ég bara eitthvað, what? Og þú segi, ertu ekki að grínast, hún hefur farið semst og þóst kaupa dýrubuxunar, farið niður í selected og keypt ódýrubuxunar og ég sagði bara tjöfullin og svo ætlaði hann að láta mig bara vera í einhverjum ódýrum, veist það, ég var bara svona bara, og hann svindlaði á mér, hugsaði ég, sko þú veist, eitthvað að kona sem svindlar ekki á neinum, sko og ég sagði bara, hvað er í gangi eitthvað svona, og svo tekur hann eitthvað og svo kíkja á buxunar og þá er þetta selected femme. Herru, þá var þetta buxunar hennar. Þá hafði ég tekið einhverja buxur sem hún var með og ég var búin að tróða mér í þær og ég bara komst ekki í þær og ég kom með þær niður eftir og alltaf grenju allir í hlátri í búðinni, sko, og ég leit út alveg eins og fáviti, sko. Búin að hrauna yfir hana, já, náttúrulega bara kaupandi einhverja ódýra buxur og ég var búin að segja henni að þetta vera þessa buxur eitthvað og þetta var alveg skelfilegt moment, sko, og hún náttúrulega bara greið, svo hringdi ég hana og ég sagði henni frá þessu og hún sagði, Hjálmar, buxunar eru í póka, þá náttúrulega, þannig ég náði því ekkert og ég var í skítuðu buxunum á sýningunni, sko. Þetta var alveg, þú veist, þetta var svona típist moment, þar sem ég farin algjörlega fram úr mér, sko, þar sem ég bara, þú veist, fyrstulega bara að byrja ásakanum að, þú veist, kaupa ódýrari buxur en hún ætlaði sér, sem að ég skil ekki ákveð að skipta hana einhverjum máli, sko, svo væri eitthvað fyrirtæki að snuða mig og svo öðrulega þá var ég með buxuna hennar, þannig að þetta var agalegt. Þetta var en ég, þú veist, ég var svo hissa, ég komst ekki í þar, ég hugsaði bara að tjúvill er það mikið minni heldur en hinn að voru, sko. Jesus, maður, já, og síðan byrjar að lesa ýmislegt í yfirnar þetta að kenna öðrum Já, þegar maður einhvern veginn svona það er eitthvað verið að reyna að plata mann hérna, það er alveg steipa, sko, þú veist. En þarna var líka, sem spila líka inn í það var stress og spenna fyrir sýninguna, ég var alltaf á síðustu stundu sem alltaf mér að kenna og þá fyrir maður einhvern veginn, hvað er í gangi, getur þú veist, svo hún hefði eitthvað að, þú veist, bera ábyrgð á því hvaða buxum ég væri á þessa sýningu, sko. En hún hefur aldrei klikkað í buxnakaupum. Hvað, varstu þá bara í buxunum sem... Þá var ég bara í hinnum buxunum sem voru skítuar og sem er alveg eins og þessar nema brúnar, þeim voru skítuar og þú veist, þú tengir örugglega þessi maður er alltaf svona
uppáhaldspants. Já, maður á það. Og líður vel í, og mér langaði að vera í þessum, það voru svona, þægilegt að vera í það, mér langaði að vera í nýjum, og þetta var sýning og það voru 300 manns og eitthvað, sko. Þegar, ég veit ekki hvort að fólk hefði nokkuð tekið eftir úr skýta, sko. Það myndi snillar enginn á það, sko. En við sögum frá þessu sýningu. Hvað á náttbörun hjá þér? Herðu, þetta ég ekki sagt það sem á náttbörunni hjá mér, það svona lampi, til þess að ég get sett síman á, svona upp við, og ég ekki með bók á náttbörunu, ég les ekki bækur, og ég hlusta ekki á hljóðbækur, og ég ekki að mæla með því, ég les ekki bækur, ég hlusta ekki á bækur, þetta ekki þannig tal, sko, það ekki gott, ég þarf að gera það, en ég horfi mikið á síman, ég horfi rosalega mikið árið fyrir að sofa. Og einhver myndi segja núna, hvað ertu að horfa á? Ertu að horfa á eitthvað svona uppbyggjandi? Nei, ég að horfa á akkurat í augnablikinu, að horfa á Barnaby og þetta er þáttur og ég er fjórða kvöldi sem ég er að horfa á hann, ég er aldrei að klára, ég sofna alltaf. Þannig að eins og ég segi, ég er mjög einfaldur maður og ég reyna að hafa hlutin eins einfalda og þægilega ég get og það er mikið að gera á mér daginn og líka á kvöldin og svo ég með börn og mér finnst það bara my time og ég vil horfa á Barnaby áður en fyrir að sofa, þá gerir ég það bara. Dæmi mig hver sem vill. Hvað myndi að vera? Skilur hvað við? Já. En auðvitað ætti maður að vera með eitthvað geggjaða bók eitthvað. How to dream. Eða eitthvað svona Let your dreams come true eða eitthvað. Það er ekki á mér, það er Barnaby, sko. Og hann er ekki ennþá bara að leysa þess helvits skátu. 4 nætur. Ég meina, þetta er líka bara eitthvað sem þetta er bara þinn tími og bara þú vilt bara horfa þetta og sofna út frá þessu og... Vist það bara, núna í augnablikinu finnst mér bara, þú veist, ég horfa alltaf Office árið fyrir að sofa, ég er alltaf að horfa Comedy árið fyrir að sofa, en núna er ég bara einhvern veginn, bara svona heilalaust eitthvað, það er bara stundum er það bara það sem ég þarf. Ég skil svo vel fólk sem vill bara horfa á Friends alltaf, stundum þarftu bara són út og þarftu ekki að vita neitt og vilt bara geta fókusera, sko. Eða þú veist, ekki fókuserað. Algjörlega, ég man einhvern tímann, sko, að því að maður er alveg fallið hringin í þessu, sko, því að ég byrjaði alltaf að horfa á Lofaland með hérna. Og ég er svona fyrst var ég bara svona, hvað er ég að gera, það er ekki söður, okkur er ég síðan bara fannst mér þetta ógeðslega fyndið og þegar leiða á bara að taka eitt þáttur í svefnin, mér finnst það bara geggja til þess að bara aðeins að slökka á hausnum og... Já, bara tala við stelpun daginn sem það segja nákvæmlega sama. Hún sagði bara, ég horfa á Lofaland til að slökka á hausnum. Og einhvern veginn, það bara einhvern veginn rútínan í að ná það svo, sko. Það henda þér, þá var það bara frábært, sko. Nákvæmlega. Og mér finnst rosalega gott að sofna á því sjónvarp, ég alltaf finnst það. Og eins og hótelum, ég er á hótelum annað, þá er ég alltaf með kveikt á sjónvarpinu allan nóttina. Það er einn, það er eitthvað við það. Það er ekki alveg einn. Nei, það er ekki alveg einn, það er eitthvað í gangi svona. Veit ég hvað þetta er. Ég einhvern tímann að takk bækur, sjónvarpsþættir, kvikmyndir, takk fyrir að leiða mér að fara eitthvað því ég get ekki farin eitt. Já, nákvæmlega. Eitthvað svona sannig, sko. Geggja seging. Já. Hver er helsti vendipunktur sem eru upplegað í lífinu til þessa? Helsti vendipunktur sem eru upplegað í lífinu, sko, þeir eru náttúrulega alveg nokkrir. Náttúrulega rosalegt þegar ég eignaði spönnum mín. Það var bara, það var svo mikið wake-up call. Það var bara geggjað. Og það er bara, það er andlegasta sem ég held ég sé á nokkuð tíma gert. Að fylgjast með fæðingu. Öllum 4. Það er bara rosalegt. Og þannig að ég myndi segja bara öll börnin mér 4, engin spurning, það er svona klísja, en það er það. Það er bara svo magnað að sjá þess að einstaklega koma í heiminn og sjá hvað verður úr þeim síðan. Og svo hefur bara eitthvað ákveðna svona stjórnaði hvað þau geta, hvernig þau verða á fleira, sko. Og reynum bara alveg að góða í þeim. Og þannig að það er engin spurning. Vendipunktur líka, fleiri eru og Helgi Sján náttúrulega kemur inn í líf mitt líka, sko. Engin spurning, hann er stór vendipunktur í mínu lífi. Við náðum rosalega vel saman svona bara í spjalli og gríni. Þannig að við þykir alveg rosalega væntu þann vinskap. Svo náttúrulega ég alla gömlu vinnina mína, það var stór vendipunktur þegar ég var yngri. Að það var að kynnast þeim og einhvern veginn fá að vera með þeim í gegnum menntaskólagöngu eða þessa stuttu og bara, þú veist, úlinga árin og svo eiga það ennþá í dag. Og ég er rosalega vinakall, elska góða vini og ég umkringi mig alltaf svona 5-6 manneski sem eru bara svona geggjastlega jákvæðar og uppbyggjandi. Og leið og ég er einhvern veginn komið með eitthvað sem er svona einhvern neikvæð orka frá, þá nenni ég ekki, sko. Ég nenni ekki að vera með fólki í kringum mig sem er með einhverja neikvæð orku og eitthvað þreytandi, sko. Ég vil bara alltaf vera á leiðinu upp fyrir eitthvað niður, sko. Ekkert við að gera. Og síðan er bara sko, ég held að sé bara svolítið, þú veist, og það er svo margi vendipunktar, en þess að ég vilja tala um einhvern einn sérstaklega, þá er það líka bara
að hafa bara, þú veist, þessi snjallsími ég fekk frá unni vinkonum minn líka, þú veist, bara sem breytti náttúrulega lífið minn á sínum tíma, þegar ég fór að snappa sem gerir það verkum að ég held ég sé að vinna við það sem ég í dag, sko. Fekk svolítið sjálfströði gegnum samfélagsmiðla sem Snapchat og gat gert núna hluti á þess að þurfa að biðja allum að koma, getur þú komið myndavél, getur þú komið hljóð, getur þú kliftað heim á þér, þú veist, og setja þetta síðan út eitthvert, þarna var bara komið og ég segi oft, þetta er svo mikið hérna, svona power to the people, þetta er svo mikið svona Instagram og Snapchat, þetta er svo mikið, þetta er svo gott verkfæri og þú kannt að nýta þeirra. Þú veist, það er svo margir sem að, þú veist, hvað heitir hann hérna, einn á Twitter sem er núna mættur, Jón Bjarni, og hrista vel upp í Twitter undanfarið, sko, mætti þarna, ertu eitthvað á Twitter? Ég hef ekki búin að vera á því bara 3 ára. Nei, bara, þú veist, ég bara segja, hann er bara að nýta hann að vettfanga einhvern veginn bara, og ég var svona að tala um hann hrista upp í svona gömlu kynslóðinni, sko, og hann er búin að hrista vel upp í Twitter, og ég gerði þetta með Snapchat og svo er ég búin að sjá eins og Tinna BK, þú veist, hún mætir á snappið og svipum tíma og ég, og hún er geggjuð, þú veist, einhvern veginn, hún fekk þetta plattform, og ég veit ekki hvort svona fólk hefði fengið plattform í gegnum, Rás2 bylgjuna, K100, og eins að það er allt svo mikið á síum, það er alltaf, ég veit, hvað ætlar að gera? Ég ætla að vera með, eins og ég hefði sagt við eitthvað, ég ætla að vera með hérna einhver leikrit á snappinu og eitthvað svoleið, sko. Nei, það er ekkert að vera að ganga upp, sko. Þú veist, eitthvað svona. Þú getur bara hendur þessu út og gert þetta sjálfur. Sem er magnað. Og þú veist, bara ótrúlegt, bara þú spáir bara í öllu þessu fólki sem er að gera geggjaða hluti á Instagram og Snapchat, Twitter og Facebook og öllu þessu, þú veist, þetta er bara starkarður. Ég bara gefa sjátat núna fólk sem ég finnst bara að vera geggja augnablikinu, sko. Starki. Hann er starkarður eða starkaður. Hann er mjög fyndinn. Ég man ekki, það er að skamma mig núna, sko, hann er búin að skamma mig nokkur sem ég gleymi alltaf. Bara starki í mínum augum, ógeðslega fyndingur og hérna, og er bara einhvern veginn, þú veist, mér finnst það svo meira átt að þetta er eitthvað fólk sem ég hefði ekkert séð venjulega. Þess að ég reyndi á sínum tíma að komast inn á Rás2 eða Bylgjuna eða hérna K100 með eitthvað útastátt eða X-ið að vera með eitthvað, og bara sagt nei, þú veist, það bara en svo er það líka, þú veist, þarf ekki bara að harka áður og kemst inn sem ég held einhvern veginn getur bara að fara í beint inn, sko. En það finnst mér svo geggjað við þessi samfélagsmiðlatól, sko. Algjörlega, að þú hafi bara eitthvað í höndunum á þér sem, þú veist, þú getur sett eitthvað út sem getur bara snert rosa marga aðila með mjög einföldum máta. Algjörlega, og bara, þú veist, og þetta það sem mér finnst svo frábært en TikTok TikTok bara geggjaðu miðl, bara Little Curly geggjaðu gaur, sko, fárálega sniðu, sko. Hvað er það með? 2 milljónir eða eitthvað? Ég veit ekki, 600.000 manns eða eitthvað. Followers. Sem bara magnað. Bara stór, Embla. Hún hefur komið, hvað? 2 milljónir followers. Bara frábært, sko. Þetta er bara geggjað. Og bara ímyndaði hvort að ná til margra. Bara með tækinu sem hún er með. Bara tæki sem hún er með og bara þetta er ógeðslega hæfilega ríkt fólk sem vanalega við hefðum hugsanlega ekki séð. Nákvæmlega. Út af einhverjum ritstjóra einhver stað sem hefði sagt nei, sko. Þannig að þú veist bara, ég bara hvet allt ungt fólk bara til að halda áform og ég TikTok, ég fara svona 3 tímar á dag í TikTok hjá mér. Rosalegt, sko, það sem ég bara, og ég er alltaf bara, what? Og ég er svona blown away hvað fólk er kreatív. Ég er nokkuð viss það að þú værir ekki bara hér, hefur ekki byrjað á Snapchat. Það er bara svona viss, það er bara nákvæmlega þannig. Og út af því að sko, ég tók ákvörðin 2016, var ég að hlusta eitthvað podcast og þá var ég í fótbolta bara í FH og gekk ógeðslega vel og ég var bara að stefna andurmennsku en þá heyrði ég einhver podcasti, já, gott fyrir því hérna bara setja stöff út bara hérna, vera myrkur á samskiptum þá tekur fólk eftir og ég var svona eitthvað pælinga að ég var búin að ákveða að fara í sálfræðinám til master og 2017 þegar ég myndi útskrifast þá vildi ég bara fá endast að hafa nóg að tækifærum þannig að ég myndi útskrifast þá er þið bara rosa mikið tækifæri ég byrjaði bara að gera eitthvað, setja eitthvað á Instagram bara eitthvað æfingar, stundum einhverja pælingar, allt í einu bara og síðan allt í nefn að bara koma með eitthvað risastóran plattform og nákvæmlega það sem ég sá fyrir mér 2017 við verðum fullt að tækifærum og þurfum ekki að ekki 2017 heldur 2020 eftir námið að hafa fullt að tækifærum að þú þarft ekki að í rauninni að byggja upp þá en bara þessi bara henda þessu út ég henda þessu út bara og síðan bara einhvern veginn mótast þetta ég meina það er einhver að hlusta á þig já, einhver að hlusta á mig hún er að gefa út bók já, sem bara var það bók einhvern veginn ég er að segja það veist, þetta er bara og það er það sem að þú veist eitthvað ég tókum þetta eftir núna sko það var hérna það er 2 fyrirtæki núna sem að bjóða upp á svona afmælisgjöf frá stjörnunum eitthvað íslensku stjörnunum og en
það var einhver að gagnrýna en ef það markaði fyrir þessu, má þetta ekki bara vera nákvæmlega, er þetta eitthvað sem að er þetta ekki bara það sem þetta ef einhver sækir í þetta þá er þetta bara, það er ekki verið að brjóta neinum, það er ekki verið eitthvað, það er enginn að fara eitthvað snubbóttur út úr þessu samstarfi sko, nákvæmlega hvort að fá þetta og fá ammælisköði frá okkurum og ég veit alveg að það er fullt af fólki sem og ég alveg fengið fyrirspurnir að gera þetta sko, og ég sé ekki inn á þessu en þá er ég alveg, það er bara svona þetta er annað aftur, það kemur eitthvað nýtt inn á markaðin eitthvað svona öðruvísi og þá erum við bara, og þess vegna verðum við bara alltaf að reyna að grípa okkur, það er hérna sem vorst að verða aðeins gamall og þetta aðeins, nú er þetta aðeins að skoða aðeins öðruvísi hvað er við þetta sem getur verið gott og þannig að ég er bara allt ungt fólk bara, en það reyndar sko náttúrulega, eins og við talum að kynslóðin sér að koma upp og hana, það er engin kynslóð samt að koma upp sem er bara eitthvað hrein og er bara allir í kynslóðin eru bara geggjaðir það er alveg 09 módel sem ég hef því miður þurft að blokka á TikTok ég er með eitthvað 20 manns örgla sem að segja miður skemmtilega hluti en það er bara partur af þessu það er bara vonandi læraðu og hætta þessu þegar hún er fullorðin eða eitthvað sko. En ég sé margt ljótt þar frá ungu fólki. Það er náttúrulega ekki nógu gott. Nei, og það er líka bara, eins og ég segi, það er svona að vera bara enn og aftur að það er engin, það þýr ekkert að vera eitthvað að halda að allir séu bara geggjaði sko. Nei, nákvæmlega. Og ég held að sé þessi fjarlægi sko. Þú ert með fjarlægi, engin myndi segja þetta við í andliti. Aldrei. Þetta er bara eitthvað account, eins og þau skrifaðar hann oft á TikTok, bara H230 22 440 segir eitthvað við þig sko, það er engin mynd eða neitt og eitthvað sko. Þannig ég grimmu bara, leiða var eitthvað ljótt blocked. Algjörlega. En það er magnasamt hvað við getum gert með þessu litla tæki og tól og hvað við getum, þess vegna byrjuðum við líka ábyrgð hvað við setjum út og hversu, allt sem við gerum getur haft slæm og góð áhrif sko. Og líka bara, þú munt hafa áhrif á, ef þú hugsar þetta bara svona, segjum að saman hvað margir að fylgjast með þér, en þú myndi hafa áhrif á þig bara út fyrir samskiptamennum, myndi hafa áhrif á svona, geta haft áhrif á svona 1000 manns að gera með æfina, bara alla æfina. Einmitt. Average. En þessi einslega geta haft áhrif á aðra 1000, þannig að raun ertu einni manneski frá miljónu og hugsaðu þannig. Akkurat. Þannig að ef þú snertir einhverja manneski þá er líklega, ég trúi því allan að það smitist áfram. Og þess vegna með því að setja eitthvað inn á Instagram sem gerir daginn eða lífið hjá öðrum aðeins betra en það er, því að lífið nú erfitt fyrir, þá er það bara magnað sko. Life is tough, but so are you. Heyrðu ykkur þar. Nákvæmlega. Sko, líka eitt. Já. Það er náttúrulega líka þegar ég kynntist ljósbrá. Já. Ég er ekki búin að gleyma þið, ég ætlaði bara einhvern veginn að tala um það seinna í þættinum eitthvað. En ljósbrá, náttúrulega, hún er bara geggjuð, sko. Alveg frábær, sko. Hún er bara geggjuð mamma, hún er líka geggjuð mamma fyrir dætur mínar, sem ég átti áður. Eða mamma, fóstur, mamma eða hvað heitir, stjúpmamma eða eitthvað. Og hún er bara, hún er búin að gefa mér svo mikið space að gera mína hluti. Ég var að gera fyrst snappið, skipta 40 sinum búning og eitthvað svona, bara stofan öll í ykkur drasli, hún nýbyrja ykkur nýri vinnu, bara ekkert við þess sko. Og það er rosalega mikilvægt að gefa í einstaklingnum frelsi inn í sambandinu sko. Þannig að shout out to you, Lady Blue. Kallar hann stundum Lady Blue. Lady Blue. Já, það er algjörlega frábær. Það er mikilvægt. Líka það er eitthvað sem er bara stíðið í öllu sem hún gerir. Já, og líka bara segja stundum hérna út í ruglinu, sko. Já. Það er bara rosalega mikilvægt, sko. Já. Segir bara, ég hef alveg komið eftir eitthvað, og þetta var ekki nóg gott. Hún er alveg gert það. Tala íslensku bara. Já. Það er bara allt til leið. Hreinskilu hefur. Já. Og þú vilt náttúrulega heyra þetta frá þínu nánustu, sko. Já. Og stundum er ég samt bara, það er bara ekki rétt hjá þér. Þetta var geggjað. Þetta er nákvæmlega, þú vilt eitthvað til þess að sem segir bara, þetta var bara flott hjá þér, þetta er allt frábært og þú bara... Það er nóg að já fólki hérna í kringum alla, sko. Já, þarf eitthvað til þess að berjast eða keppa svona, einhvern veginn svona að, hvernig getur maður orðað þetta? Einhver sem segir bara hlutin eins og eru, af því þið vilja er sem best, skilur mig. Það er bara... Ef þú verður að gera eitthvað... Útið það kemur líka frá góðum stað, sko. Nákvæmlega. Það er bara... Og ég hef alveg, við höfum alveg tekið debate þetta, sko. Mér finnst eitthvað, henni finnst ekki og svona sko. En hún er ógeðslega góð í því líka að samfæra mig að gera það jafnvel eitthvað aðeins öðru sí og þá, og eiginlega búin að segja eins og ég hafi fengið hugmyndina sko. En hún fékk hana sko. Hún kann það sko. Hún er mjög góð sjálf. Hún læti því eins og þú fatti sjálfur hvað hugmyndin er. Svo allt í nýja bara djöfull þetta er góð hugmynd. Hún er löngu búin að fá hana. Þetta er svona maður segir eitthvað við maður og það er bara neyninu. Síðan heyrir maður einhver annar stað. Já, svolítið þannig. Ég held að maður þurfu ákveða sjálfur. Það er bara oft svolítið. Það vill ekki
maður fer einhvern veginn smá í vörg þetta bara mannlegt eðli sko. Ég held ekki, hann margar manneskjur sem hafa haft áhrif á þig og síðan Snapchatið og byrjaði að henda út og bara, þú veist og bara fá tækifæri til að gera þetta ekki með Snapchatið algjörlega, hann bara meira áttar hver er uppáhalds tilvinnið þín og af hverju? Já, sko, það er mín sem ég bjó til sjálfur 1992 heima á Bjössavinni mínum að þá kom ég með þessa setningu og mér er svona geggjuð og hún er kannski ekkert geggjuð ef enginn er eins þá er enginn venjulegur ef enginn er eins þá er enginn venjulegur og þú veist, ég er bara eitthvað venjulegur það er enginn venjulegur, það er allir einstakir sko. Það er allir geggjaðir og ég svona veist, ekki það að líka eitthvað rosalega dýft í þessari setningu en eitt við mig sem að mér finnst og ég held að svona drífandi fyrir mig og að mér finnst allir og nú var þetta ekki neikvæðinskilningi mér finnst allir merkilegir en ég og þá meina ég sko mér finnst rosalega merkilegt bara, mér finnst fólk bara merkilegt bara hvað er það að gera, hvað er það að tikka þú veist það skiptir einhver máli í hvað bransu ert mér finnst það bara geggjað þú veist mér bara magnað hvað þú ert búin að gera eins og talaði við henni í byrjun þú veist bara og bara hvað þú veist beggi maður þú veist bara þú veist í boltanum og allt þetta þú veist bara hvað þú veist mér finnst bara þú merkilegur þú veist, ég hitti hérna fólk frammi á þann og mér finnst bara, já, útkomin hingað, þú veist, bara merkilegt, sko. Og það snýst ekkit að þú sért að gera eitthvað stórmerkilega hluti, eða hvað sem það á að vera, en bara, einn merkilegasti maður, einn af mörgum, merkilegustu mönnum sem ég kynst, það var maður sem að ég náttaði mig ekkit á í byrjun þegar að vinna á leikskóla. Og hvað var þetta? Tilvíðin. Og hérna, og hann var sko, hann var eins ólíkur mér og hægt var. Og ég svona, þú veist, ég er, þú veist, alveg svona hvað get ég sagt, ég svolítið drifin bara enga framtækinu og bara, þú veist, ég var að vinna í leikskólanum og ég var svona bara grínast með það eitthvað en að við þurfum bara að setja auglýsingar á krakkana fá meiri peningin í leikskólana þetta gera leikskólana skemmtileg og fá meiri pening, þú veist, inn í starfsmannasjóðina og við getum gert partíin betri og það var alltaf einhvern veginn svona þetta er láglaunastarf og það var allt svo erfitt oft og svoleið, sko, sem maður skilur bara, þetta er bara það er ekkert eitthvað mikið sigurum hér Reykjavíkurborg að vera að henda einhverjum bónusum í gang fyrir gott starfsfólk og hann var svo allt öðru sér sko, bara ótrúlega svona rólegur og alltaf einhvern veginn í núinu og ég fylgdi svo mikið og ég tengdi svo lítið við henni í byrjun og eitthvað sko svo það sem bara gerðist bara, síðan bara opnaðist fyrir mig bara, þú veist, að það er bara fullt af fólki sem er að gera ótrúlega hluti sem þú myndi aldrei kynnast því þú myndi aldrei vita af því og ég fór að vinna á Múlaborg sem er leikskóli og mikið af fötluðum börnum sem er á Múlaborg og í kringum mig er engin fötluð börn það hafi ekki verið, þú veist, ekkert mikið það er bara nánast ekkert og það er bara margir sem fara ekki inn í lífið á þess að kynnast fötluðum einstakling og ég fór að vinna það og ég hef bara, þú veist, kynntist bara fólki með alls konar fatlanir og einkenni og heilkenni og ég veit ekki hvað þetta heitir allt sko og þetta bara magnað að vera þarna og svo var æfingamiðstöð og þá er ég fyrir aftur að tala um hana gaur sko fór æfingamiðstöð og ég fer með sérst krakkarna þannig yfir í æfingamiðstöðuna og ég man alltaf eftir þessu augnablikki og fór með eitt strák sem var fallaður og förum yfir og inn í æfingamiðstöðuna kem hann inn og förum eitthvað á skónum og ég leið hann inn og svo er hann að fara í sund og það taka konur á mótunum einhverja 3 eldri konur og ég fyrir bara sest á bakkan og þær fara með henni í sundleðina og ég er bara að horfa á hann og þá bara, þetta var svo magna moment, þannig var ég það voru 3 konur sem enginn á Íslandi veit hver nema bara einhverju þeirra nánasta hring og þeirra nánasta umhverju þeir ekkert eitthvað frægt fólk voru með hennar strák og aðra sem voru fatlaðir, þú veist, einstaklingar sem átti erfitt með gang og annað, voru með í sundlauginni voru að leiða að synda eitthvað svona og gera eitthvað æfingar og voru bara brosandi og hlæjandi, það bara geislað að þeim, sko, það var svo ógeislega gaman, sko og ég hugsaði bara hérna er ég og ég hefði aldrei einhvern veginn dottið í hug að þessi vinna væri bara í gangi í einhverju, ég veist ekki svona hvað hús þetta var, bara keyra fram í þessu húsi 500 sinnum, bara geggjar konurina, eldri konur að vera svona ógeðslega góð við fötluð börn, sko við bara einstaklinga, við börn bara what the hell, sko hvað er mikið til að góðu fólki hann úti sem engi veit ekkert að básin og einhverjum samfélagsmiðlunum með einhverja ávísinu sem er að gefa eitthvað til eitthvað, ekkert, það er bara eitthvað örugglega að skýta launum að bara, og ég var bara og það voru svo sunguðu og það ómaði svona inn í þessu sundlaug hann inni
og ég sat hann og ég var bara með tárin í augunum sko. Bara, vá, þetta bara magna sko. Og við skulum eiga svona fólk sem tilbúið til að vinna þessi láglaunastörf sem eru ógeðslega gefandi en ógeðslega illa borguð. Það stórkostlegt. Þetta eru raunverulegur hetjurnar sko. Þetta eru raunverulegur hetjurnar sko. Áhrifavaldur og einhverju vitleysingur og trúða sko, þeir veit ekkert sko. Nei, við skiljum hvað við. Þetta fólk er þetta fylgja bara, þetta eitthvað sem bara að keyra mig áfram. Ég ekki að hugsa neina passion, það ekki peningar eða neitt. Nei. Og ég bara, þetta var bara fyrir mér, var þetta bara breakthrough í mínu lífi sko. Og ég hef oft sagt það og ég var að vinna á þessu leikskóla, ég hef oft sagt það, ég vil snúa aftur sko. Þetta er bara eina skipti sem ég hef verið í núinu á mínu lífi, aldrei verið jafn mikið í núinu, bara togaði niður í núið af þessum krökkum sko. Já. Að engin dagur eins. Og hún var Kristín sem var og Rebecca og fleiri sem voru deildastjórar og leikskóla kennara sko, stjórar og ég man alltaf eftir ég hef búin að vinna hann í einhverja 2 mánuði eitthvað og ég hef bara að gera eitthvað með krökkun og fara út og eitthvað svona og svo allt í einu segja hann, hvað er þetta? Tók ég á tíma sem mikið ADHD það var tabla og það var starfsmennir, hvað áttum maður að gera og ég segi, nafnum mitt hérna og ég eitthvað, hvað er þetta, Kristín, eitthvað? Þannig að hjálpa minn, ég bara ákvaði að leifa það bara fyrstu 2-3 mánuðina að vera bara, ég sá bara ás með ADHD og ég leiði þið bara að vera bara nákvæmlega, þannig að þetta er semst tabla sem ég hef ekki það, sko. Og þetta er svo stórkostlegt moment og þarna var bara einhver manneski sem bara þekkir mannlegt eðli svo mikið. Ég unni á alls konar stöðum og enginn einhvern veginn gert þetta svona. Nei. Og þetta var svo frábært sko, þannig að og allt þetta fólk, allir þessi krakka sem ég var með, allt þetta, foreldrarnir og allt það, þetta er alltaf svona bara special place in my mind. Já. Ég er svo mikið þannig, það var ástæði fyrir ég átti að hitta þennan, það var ástæði fyrir að þessi kom, það var ástæði fyrir að ég var með þennan. Þannig að ég reyna að pikka út allt þetta góða sem ég lærði af þessu sko. Algjörlega, líka svo, sko, hefur bara sko, með að sko allir sé að sinna einhverju hlutverki sem er bara aðdáunarvert ef þú bara spyrir fólk, hefur áhuga á fólki og kynnist fólki og hvað er að gera þá ættu bara að váka úr það að gera geðveika hluti ekki hugmynd það? Nei, maður hefur ekki hugmynd það sjálfur og ég held að fólki líka er svo vantið að það hefur ekki hugmynd það sjálf hversu mikilvægt hlutverk það er að sinna sko. Það mitt með hana gaur, svo snúum við aftur á honum og ég hefði bara ekki hugmynd að hann var að vinna alls konar vinnur og dæmi utan sinn frítíma og hann var ógeðslega góður með krakka sem voru einhverfur og fleira og svona sko, gaf þeim rosalega mikinn tíma og ég fór bara átt á mig þetta er það sem þetta lífi snýst sko. Þetta er bara að hjálpa öðrum. Já. Ef það er eitt í þessu, öllu sem við ættum að vera að gera þá reyna sem að okkar besta megni að hjálpa öðrum sko. Og það var bara það sem hann basically var að gera og svo veit ég að ég held að búa á Stykkishólmi núna eða eitthvað sko og þetta svona bara, ég held sem vinna leikskóla þar, ég held það, ég vona það allavega og bara einhver gauð sem hann þurfti ekkit nefnum bara það sem hann var að gera og svo vissi ég að hann var að vinna alveg fullt á öðru vinnu, svona sjálfbáðavinnum, bara geggja gott starf sko. Já, það er það sem maður sér og ég trúi innilega að hlutverki sé bara að við hjálpum öðrum og gerum heiminn að betur stað áður en við komin inn og þau fyrir mútrunum og ég held líka að þú finnir það virkilega þegar þú gerir eitthvað og það gerir gott, eitthvað sem þú gerir sem er gott fyrir aðra það er ekkert sem toppar þá tilfinningu. Það er bara svoleiðis. Það er bara það sem ég upplifði að vinna á þessu leikskóla. Ég haf með 228 launamánuði þá og ég haf með 183.000 útborgað eitthvað sem var alveg svona, ég man það ekki, það var eitthvað svona undir skatt, ég var undir einhverju skattripi bara, ég hef aldrei verið með svona lálaunaðin, aldrei liðið að vel og ég gæti ekki borga reikning eða neitt, sko, ég var bara einhverju tómur ykkurlega þetta en ég gæti, það átti svo erfitt með að hætta en ég bara varð að hætta, ég gæti ekki lifa á þessu launum, þannig ég hef alltaf sagt að ég mun snú aftur, sko hvernig sem það verður, því þetta er bara mest göfugasta starf sem maður getur unnið sko. Algjörlega. Hvaða nýja trúvenjaða hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undanfarin ár? Ég held að sé bara positive things happen to positive people, ég held að það sé svolítið þannig sko. Það má alveg segja að það sé líka svolítið svona það sem var áðan, saying ég er svona reynd að temja með það það er bara, ef þú ert í niður yfir þá ertu bara leiðinu niður og ef þú ert í upprifi þá ertu leiðinu upp það er bara ótrúlega einfalt fyrir mér og það er bara að reyna að tala mig upp og og ef þú ert að skemmta að taka ekki eftir eina fílabúkunum í salnum heldur taka eftir öllum hinum sem eru hlæjandi og að skemmta sér sko. Það er það sem að gerist oft, þú fókusar á þann sem að er með resting sad face
og líka, þú veist, þú fyrir speilin að horfir á hvað er eina sem að vera eftir kannski, eftir búin að skemmta hvað var eina sem ég klikkaði á staðin fyrir að frammeistæðan var bara heldur góð. En ég held að sé bara þetta, þú veist, allt sem veitir athygli eins og Guðni Gunnar segir, sko, hann er lífstíðslárgæði, allt sem veitir athygli vex og dafnar, sko. Þannig að þú ert bara að veita takmörkunum athygli að takmörkunum annara að þessum fílubók í salnum og það er svolítið bara næra það, sko. Það er nákvæmlega þetta, sko, og ég mitt bara, og venja og hegðun bætlið þitt, þú veist ég er náttúrulega bara og svo ég alls ekki, hvernig fara nú ekki að setja, ég held að sé enginn að fara að setja með eitthvað stall en ég bara, þú veist, svo er maður líka bara mannlegur og bara, þú veist, og maður fyrir oft út á brautinu með hegðun eða venjur, þú veist, ég ætlaði mér að vera núna í göngutúr alveg og ætlaði mér að taka brauð út og svo er ég aftur dottin einhvern veginn inn í brauðið aftur og þú veist, bara tveitaða sem ég fekk mér rækjusamlöku og Red Bull, sko. Þannig að þú veist, en það er bara skiptir einhver máli, sko, í stóra sammeninginu. Og ég reyndar kom eitt núna sem að ég gerði bara á þess að vera að segja einhvern frá, ég bara var inn í göngutúr á hverjum kvöldi. Og mér svo geggja að það er ekkert, þú veist, konan ljósa segir alltaf bara, já, drífðu þig bara sama hvernig það er, sko, farðu bara. Og það er bara yes, þú veist, það er oft bara gott að komast líka bara aðeins út af heimilinu og bara fá svona smá frískt loft og vera kannski ekkert með í eyrunum. Ég er svona verið að reyna að venja mig á það núna. Ég er reynda að vera að fara live á Instagram. Þú veist, mér leitið svo fyrst. Þannig að ég er reynda að hætti því núna. Svona göngutúrar. Já, einfalt. Jæja. Ímyndaði þér að var ekki hægt að dæma þig og getið svo frá einnig skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl öðrum. Vá, þetta er rosaleg spurning. Já, hún er rosaleg, sko. Býtu, hvað, það var ekki hægt að dæma þig og gæti sagt frá einnig skoðun sem gæti verið túlkuð óvinsæl af öðrum. Ég held, sko, þetta er rosaleg erfið spurning. Ég hef nú svo sem ekkert eitthvað, við erum með rosalega mikla skoðunir á einhverju svona hlutum, en ég er rosalega, þú veist, ég held að allt þetta heilsudæmi ég ætla bara að segja, þú veist, allt þetta heilsudæmi, við eigum að vera svona, við eigum að hinsegin og við eigum að hreyfa okkur og það er óhollt að vera feitur og ég veit ekki hvað og hvað, sko og ég bara, þú veist, ég ætla bara að segja nú erum við bara inn í þessum heimi þetta, sko ég er bara ekki sammála þessu, sko ég bara er að sjá bara fullt af fólki sem er í hörku formi en það er ekkert eitthvað kátt og gefandi og það er og það er bara, þú veist, öllu sem mýta það einhvern veginn að þú eigir að vera í einhverju formi, sko, það getur velur út að ég er að segja þetta út, ég er feitur, þú veist, ég er með bumbu og þannig það er eitthvað í mér sem stuða mig þegar það er verið að reyna að setja okkur öll í þetta form, sko. Í þá bara líkalegt útlitið. Já, mér finnst það svona, málega það, veist, nú ætla ég bara að segja þetta, ég finnst ekki að segja þetta, ég fór inn á síðu núna daginn og ég veist að ég fer bara í ekki magamingun, heldur hitt, ég fer bara í fitusokk. Sleppi bara þessu göngutúrum og ég fer bara í fitusokk. Og ég veist bara, ég tek bara þessa fitu og þá er ég bara good to go og get bara að fara aftur að háma mig í súkkulaði og eitthvað, sko. Og ég hugsaði, sko, hvað þetta er samt rosalega erfitt fyrir marga, þessi rosalega pressa einmitt með samfélagsmiðlum og öllu þessu, sko, og líka bara þessi stanslösi áróður að við eigum ekki að vera að setja eitthvað onni í okkur, sko. Þú veist, alltaf vera að lemja á því, þú veist, bara hvað ertu að, þú veist, bara, þú veist, ég er að borða rækjusamlöku á mótnana. Það er bara svolítið spekki minn. Ég er að fá mér rósbíf og rækjusamlöku á mótnana. Og ef kona mín sægir bílinn stundum, það er stundum rækjusamlöka, Red Bull og Snickers, það er alveg, þú veist, þannig að ég bara, en svo bara, ég veit eiginlega ekki hvernig ég orða þetta, en mér finnst krafan til þess að allir í að vera einhvern veginn í rosalegu formi vera mjög mikil, sko. Og svona pressa hvað mátti ekki gera og hvernig þú átt að gera hlutina og bannaði að borða þetta og þú átt að líta nákvæmlega svona út og sagt daginn, þú verður að grenna þú með svo geggju gen, sko. Og ég var, er það máli? Er ég með svona geggju... Hvar eru við með fókusin hana? Þannig eru við með fókusin, sko, og verður að grenna þig. Þú verður að líta einhvern veginn út. En
snýst ekki grunninn því þú vill bara líða vel. Jú. Og sama hvað nálgun þú fer að því að líða vel. Já, það, veist það... Mér finnst allt of mikið pressa á þetta útlit, skilur. Og maður sjálfur brennt sig á þessu. Maður sjálfur bara verið, ég er strákur, ég á að vera massaður, ég á að vera skorinn, ég með þessa ímynd á mér, ég á að vera svona. Þú veist, þetta hefur áhrif á mig, skilur. Þetta er einmitt, og einmitt ég sé bara menn í fáránlegu formi. Já. Og þau eru samt eitthvað, það er samt að fara að taka gálfana. Og bara, hvað rugl er þetta? Bara geggjaður. Og ég bara, þannig það er svona í mér, það er rosalega stuð á mig svakalega þetta svona, þessi áróður sem er fyrir að vega með einhvern veginn, og auðvitað er óhollt að vera allt of þungur. Það er bara búið að sanna það. En það er ekki þar með sagt að þú þurfa að vera í einhverju rosalegu formi, sko. Þetta er bara, þú veist, og margt fólk sem er þungt er bara, ég sé marga mjög helviti þunga hjólara í þröngum spandexfötum sem að fara á flegi ferð fram með mér í Elliðaárdalnum, sko. Þannig að, ég veit ekki hvort það sé vondu formi, eða bara þetta sé bara þeirra líkamsbygging. Já, nákvæmlega. Þú veist, við erum alls konar byggð, sko. Og hvað er form? Er það bara útlit? Já, þú veist, er það hvað getur gerst? Já, ég meina Helgi í Sjani við talaðum þetta, ég meina það var bara, þú veist, ég er að tala líka bara útlitspressu eins og bara menn sem er að fá skalla. Já. Þú veist, það var bara að leita sér einhverja lækninga alltaf að fara til Tyrklands að láta að græða á sig hár, sko. Og svo bara áttaðan sem bara fyrir hvað, sko. Fyrir hvernig er ég að gera það? Þú veist, það er líka það. Þú veist, það er bara alls konar. Þannig að óvinsæla skoðunin er að það þurfi Þetta er rosalega kesi óvinsæla skoðun, sko. En þetta er bara, ég er samt, ég horfi á marga þessum heilsugúrum sem komið við til að inga á þangað og vera, þú veist, og líka fólk segir bara það sem þú ert bara að gera. Þú þarft bara, þú veist, svo er það bara erfitt. Fyrir mig er það bara erfitt. Já. Ég á bara mjög erfitt oft, mér finnst bara gott að komfort borða mig, sko. Já. Stundum er ég bara, þú veist, bara, ég er að fara í eitthvað verkefni og ég þarf bara orku og ég fyrir bara að fæ mér, þú veist, að borða. Ég keyri mig bara í gang með mat. Og örugglega það alveg bara, þú veist, náttúrulega ekki rétt, sko, þú veist. Stundum er bara lífið þannig. Stundum er bara brjálað að gera það, stundum bara allur, þú veist, öll heimsins verkefni á þér. Og þá er bara ekkert gott að vera svangur. Nei. Og það er líka bara, þú veist, einhver hugsa bara, hann er bara ekki engsla ábæri sjálfur sér, en þú veist, eitthvað svona. Já, veist, þetta svo er það líka. Ég er að tala þú veist, að þetta er miklu flóknara það. Já, það er það. Og við erum öll að glíma líka við alls konar. Já, miklu erfiðara. Miklu erfiðara, sko. Og þú veist, það er alltaf verið að tala um þetta. Þú veist ekkert hvað manneskjan er að glíma við sem þú sérð. En að gleyma þessu allir svona. Það er allir, og ég, og það er að tala um allir, þá er að tala um mig líka, sko. Það er allir alltaf dæmandi strax, þú veist, bara, ég er þannig, ég sagt þér eitt beggi, að þegar ég fer í eitthvað svona átök og gera eitthvað, að ég er búin að vera kannski hálftími í þessu átaki. Kannski 9:30 byrjaði ég. Og ég er að keyra ykkur þar og ég sé einhverja manneski vera að borða samloku og ég segi, Jesús maður, þessi er á svo rangri leið og það er kannski samt var í 8:30 að borða eitthvað, þú veist, þannig að ég er bara, þetta er bara, ég held að við séum, já, mjög mikil dómharka í þessu heilsudæmi, sko, mjög mikil. Já, og bara var þetta útlit, sko. Já, og þetta er líka, það eru börn líka sem fæðast, börn sem eru bara komið í heiminn og sem eru alls konar byggð, sérstaklega bara, og horfir á bara og tekur öll leikskóla börn, þá eru þau bara alls konar. Það er engin í sama forminu. Nei. Þú veist, okkur ættu að vera einhvern veginn þegar hún er fullorðin, sko. Þú veist, þau eru bara alls, þau eru bara stór og lítil og bara, nei, þau eru öll að vera í hörku formi. Ímyndaði líka bara nálgunna, einhvern sem er að segjum svo að það er einhver búin að grípast að þessu útlýsdæmi að þessa pressu að þú verður að líta vel út og þú bara, ég þarf að missa þessi kíló og ég þarf að gera þetta og hitta þetta. Síðan kemur og missir þessi kíló og þú áttar af því að þið líður nákvæmlega eins þú varst með þessi kíló og ekki, þú veist alveg að öruglega sama stað því þú þarf að uppfylla eitthvað annað. Maður finnst það að þú veist, ég vil kannski hreyfa mig eða borða hollara því að mér kannski bara líður betur að því. Það er málið. Og kannski, og afleggingin er bara útlitið verið einhvern veginn, það er miklu sterkari drifkraftur heldur en að vera einbæta sér einhver útlitið. Það er málið, sko. Og þetta þarf að vera bara þín eigin líðan þegar að batna, þú veist, þú ert að finna það. Já. Og ég fann það, þegar ég byrjaði þannig að ég tók smá átaknum daginn, að ég fann að mér leið miklu betur í liðamóndunum. Já. Og ég hætti að borða ákveðna hluti og drekka eitthvað drasl og þá, mér leið betur. Og ég er alveg tilbúin til að fara þangað aftur og ég er alveg þangað aftur, sko. Það er fókusin líka. Það er fókusin. Ekki það einhvern veginn að ég verða að líta einhvern veginn út, sko. Til að uppfylla einhverja kröfu frá einhverjum öðrum, sko. Já. Og það er hérna, þetta gerist alltaf í pant með fötu Asos, ég pantaði með skyrtu núna, Fred Perry skyrtu.
og ég sagði, mér langar að minnka aðeins svo mér langar að líta vel út í þessari skyrtu það bara mitt drive núna það þessu göngutúrar hún að koma bara 12. júlí þannig að ég svona, þú veist mér langar bara að komast í þessa skyrtu og þú veist, það bara fyrir mig sko ekkert fyrir einhvern annan, mér langar bara að þú veist bara eitthvað sem þú vilt gera og leiðilegt þegar maður fyrir einhverja bóli og þeir eru aðeins svo litlir maður er alltaf að kaupa eitthvað nýtt sko en þú veist, þetta bara, það mitt drive þannig ég held svona bara að slaka á þessu útliststyrkun og þú veist, það ótrúlegasta fólk sem ég finnst vera kroppar sem að þeim finnst ekki þeir vera kroppar það bara með ólíkindum sko þú veist, bara, ég held að margir viti ekki af því hvað mér finnst þau vera geggjæsla vikli kroppar sko ég bara að segja frá því sendið þeim voru sendið Instagram sem fara samt í skilabóð heill og selmistari, ég var að segja alveg þú veit algjör kropp sko nei, það bara, þú veist það er svo misjöf sko við erum það og þú ert þinn besti sérfræðingur og allt þetta sko það er svo leys þannig að vinna út frá þeim punkti að bara sko ekki þú þurfur að laga eitthvað sjálf en bara þið ekki væntum sjálfa þig skilur mig ekki að þú veist þú bara út lægum svo ert en þú vilt bara líða vel saman hvað það er það finnur þetta alveg þegar maður fyrir sund og svona sko þá hugsa maður ofta alveg svona sko, veist, þetta náðu sem mér þú veist, ef maður gerist oft svona sko svo skiptir þetta engum máli sko það er allir alls konar í sundi sko það er allir að burðast með sitt sko eins og við talaðum aðan sko flottustu líkansættagörinn er ósátti við eitthvað kálva sko ég held það nefnilega ég held sem fáir mjög allir sé að spá í því sko enginn að spá í þér sko ég held sem rosa fáir sem sko færri sem lítið speilin bara djúfullir bara stæltur eða flottur maður ásamt að gera maður á bara lítið speil og segja djúfullir þetta flottur þetta er sexy ég ætla bara að vera með þetta af því að ég held að þú veist þessi eins og þú segir sem er í hörkuformu þessi kroppar að þeir eru samt að ég er ekki mjög mjóri handleggi ég er ekki mestari kassa ég er ekki með minni það er bara stutt síðan ég heyrði einhvern veginn að tala sko ég hef aldrei heyrt þetta aldrei tekið eftir þessu aldrei spáði þessu og ég bara einhvern veginn konar sem sagði mig ég með svo mikið bingo eitthvað bingo vöðvað eitthvað og ég var bara eitthvað bingo eitthvað hvað og þá var það eitthvað svona þá fannst hún að vera lín hérna einhvern veginn það er eitthvað dæmi ég hef aldrei spáði þessu á konum aldrei nokkuð tíman aldrei bara þú veist ég er rosalega blindur á og mér finnst allir rassar flottir það sé á hreinu og mér finnst bara það skiptir engu og það er nefnilega mér finnst það svona ágætið svona bara hugmynd að stór rass lítill rass bara þú veist bara rassar eru flottir ég er rassamaður ég hef aldrei verið mikill brjóstakall sko ég er rassakall þannig að það er bara svo það koma fram Hörðu síðasta spurningin ok ef þú mættur einingis koma 1 skilabóði að framfæri þitt að framfæri út lífið til annar einstinga hver var þessu skilabóð? Ég var bara hlusta svo minnst á aðra og mest á sjálfa sig sko ég held að það er bara hver snillingurinn sem kemur í fætur öðrum í svona viðtöl og allar sér að segja öðrum hvernig er að gera þetta sko en því miður þá er bara ábyrgðin hjá þér og þú þarf bara að finna út þessu sjálfur þú veist, hvað er þitt hérna hvað er þín leið á að liggja sko og hérna það getur vel verið að mín ráð hendi einhverjum í einhverju tilfelli og einhver annar ráð hendi einhverju öðrum sko en hérna og svona ég held nummer 1, 2 og 3 ef þú getur að það er að hérna það er umkringaði fólki sem er jákvætt og skemmtilegt og það er alveg erfitt að losa svo oft við einhverja neikvæðis púka sko en in the end þá er það bara þá er það sem er gefaði mest að vera með gott fólk í kringu þig og það er bara þú veist það er held ég að sé svona og ég held að það sé svona bara skilabóðin að þú veist og það er eiginlega ekkert sem að það er ótrúlega erfið hluti sem fólk lendir í og ég myndi aldrei, þú veist, fólk hefur lent í alveg ógeðslega erfið hlutum og ég hef ekki lent í, þú veist, það er fólk hefur lent í að missa börn eða, þú veist, einhverju kynferðislegum misnotkun eða, þú veist, bara ömulegu ljótum hlutum, sko. Og það er einhvern veginn sem að ég, þú veist, ég myndi bara mæla með því að leita til sálfræðings, þú veist, eða þú ert, ég held að vera skilabóðum mín til fólks að núti, þú ert í einhverju vesinni, leita til fagaðala. Fáðu hjálp. Ekki vera eitthvað á YouTube eða láta eitthvað vitleysingur eins og mig vera að segja hvað að gera. Þegar ég skildi á sínum tíma, sko, það var magnað, ég hef nú bara örstuð að segja frá því, og leiði rosalega illa, að þá fór ég til manns sem var einn versti
sálfræðingur sem ég farið til og félagi mæla með honum og hann sagði, þetta er eitt svo vesti sem ég farið til sagðan, en þú verður að fara til hans og ég eitthvað, what? Og þú bara verður að gera og ég mætti og og hann, mann eftir hann satt svona og hann var bara eitthvað í tölvunni fyrstu 15 mínúturnar að skoða eitthvað mótíhjól sem var flytja frá Bandaríkjunum og vissi ég var í bílasali og ég segi, hvað, þú veist, ég segi, ég veit ekki til mótíhjól, ég er bara bílasali já, ok, sko, er þetta ekki sem 1,6 eitthvað þetta kemur hérna heim og þetta var bara svona eitthvað svo settustu niður og hann var bara já, hvað sér, hvað meina eitthvað já, og ég var eitthvað að byrja að deyta eitthvað konu þarna eitthvað svona smá og var eitthvað svona pínu erfitt og hún var svona, þú veist, ekki alveg hún var eins og hún var ekki að sýna með nógu mikið áhuga, sko, ég var ekki að heyra í henni og svoleiðis og hann sagði bara, já, mann, þessi kona er bara alls ekki verið því, sko, þetta er bara eitthvað rugl, sko, þú þarf bara að fara meistari og þú ert bara að fara í einhverja ferð, þetta var bara eitthvað svona fáruleg ráð, sko, farið bara í einhverja ferð, bara erlend, þetta var bara svona eitthvað alveg ömuleg ráð, en þetta var svo mikið pepp á þessum tíma, sko, þetta var svo mikið sem ég þurfti og ég labbaði út og hann var bara allan tíman að bara, þú veist að þú ert algjörlega geggjað, sko, þú veist bara hvað, þú veist, ert ekki sölustjóri þarna, þú veist, það var bara þarna, sko, þú veist, hvað er málið með því, þú veist, þetta var hræðilegt, en var svo geggjaður, en, þú veist, ekki það að hann hefði verið fagaðili, en ég mæli með því, ef fólk í ykkur svona að það er að leita til fagaðala þú veist, þetta er bara já, ég held að sé ekki rétta leiðin, þú veist, auðvitað að segja vinuðin frá að fjölskyldu og eitthvað svoleið, sko en sé ekki rétta leiðin að þau sé að díla við vandamálið því að við erum svo meðvirk gagnvart okkar nánasta fólki ég held að sé bara að, þú veist, leitaði bara til fagaðala farið til sálfræðings og farið til þú veist, allar þessar miðstöðu og allt sem er komið núna, þú veist, fyrir allt sem er bara, það er svo mikið í gangi nú sem þú getur fundið þína réttur leið, sko. Algjörlega, því að þú veist, þú fær líka bara, þú veit, sálfræðings, góðan sálfræðings, þú færð eitthvað einsling sem bara hlustar á þig, þú fær bara að tala þín vandamál og þá kemstu að ýmislega alls konar hlutum, sko. Og einsling sem er óháður, sem tengist þér ekki neitt, sem er bara með bara óskýrðislausa, sko, jákvætt viðhorf þinn garð, hann er bara þinn maður í þessu, sko, eða þinn konu í þessu. Þarna færði bara eitthvað space til að tjá þig. Það er bara svo tjá hvað... Vegna þess að þú getur lendið, þú ert að tjá þig við vinniðina, eða fjölskyldu eitthvað, þau hafa alls konar skoðanir á þessu. Já. Það er alls konar þeirra sem spilar inn í, sko. Já, byrja strax að ráðleggja hvað þú ert að gera og ég þekki einhvern sem lendi helmingi verra og bara eitthvað svona kjaftaði, sko. Nákvæmlega, sko. Sko það sem ég gerði, ég fór bara, þú veist... En bara hættu kjafti, maður hafa bara ekki til að hlusta á sig, sko. Það er bara svoleiðis og fá bara einmitt, þú veist, aðila sem vita hvernig þetta ferli virka, sko. Algjörlega. Og ég held að það sé svona bara, ég hugsa að ef ég hefði leitað til sálfræðings bara fyrir sem krakki, sko, eða brúlingur, það hefði bara getað breytt ýmsu hjá mig, sko. Já. Maður finnur, ég er náttúrulega, fæði fólktíminn í þjálfunarsálfræðitíma. Já, einmitt. Það er ótrúlega hvað fólk kemst að, hvað fólk segir, og hvað fólk kemst að bara þegar þú hlustar. Og þegar bara svona speikla hvað fólk er að segja, gefið þeim endurgjöf hvað þér finnst, spyrja það ákveðna spurninga. Bara, þú veist, farið til markþjálfa og bara... Já, það er bara magna hvað það getur gert fyrir þér. Þannig að það er bara alls konar leiðir. Ég held að maður þurfa að gefa sér tími í þetta. Já, og það er... Fór að leita sér hjálpar, sko. Sér Eckhart Tolle sem sagði samt, sko, hann sagði, sko, allar þessa áhyggjur sem eru haft í gegnum tíðana, sem hafa ekki ræst, það eru svo margar. Já. Búin að hafa áhyggjur alls konar hlutum í gegnum tíðana, svo er ekkert þessu ræst. Nei. Bara svona eitthvað, þannig að... Stundum hann bara að koma þeim út? Já, bara koma þeim út, tala þær og þetta er, veist, lífið er alveg erfitt og allt það, en það er alveg hægt að hafa það skemmtilegt, sko. Algjörlega, þannig að mér varst þú sumur þetta vel spjallið, sko, með að, þú veist, farðu þín eiginleið, skilur mig, og þú ert þinn, eins og sagðir aðan, með hérna, þú veist, þú getur heyrt tímislegt á ýmsum sérfræðingum og svona, enda þú degi, þá er það bara þú, sko, og þú ert líka bara fylgja þér, sko. Já, og hérna, já, þetta er bara, venna þess að, sko, við erum öll svo rosalega ólík, sko. Við erum það. Alveg svakalega, og við erum alls konar öðru sér þarfir og, þú veist, þannig að það er engin einn, sko. Ef enginn er eins, þá er enginn venjulegur. Nákvæmlega. Varstu þessu? Hvað sagði þetta? Þú sagði þetta? Já, ég sagði þetta. 93. 92? 92. Cirka. Herðu. Ef enginn er eins... Þú fæddi 92? Já. Þú varst að fæðast þegar ég var með þetta gullkorn. Já. Ég held við endum á þessu gullkorni. Er það ekki? Ef enginn er eins... Ef enginn er eins, þá er enginn venjulegur. Ef fólk er eitthvað áhyggjur af því að sé bara eitthvað venjulegt, sé ekkert sérstakt, engar áhyggjur af því. Mjög sérstakur. Já. Sérstaklega einstakur. Já. Hjálmar, það var æðislegt að fá að tala við þig. Beggi var geggjað að koma
takk fyrir að, bara það mann sem hefur verið að geyma. Já, sömuleiðis. Láta leiða þér. Þetta fer út, vonandi, þú ætlar að setja þetta út eða ekki? Jú, þetta fer út bara. Reynda geggja, ég myndi aldrei setja þetta út.